Sæl og blessuð og velkomin í Spursmál 9. janúar. Þetta fyrsti þáttur ársins 2026. Við hlökkum til samfylgdarinnar við ykkur á þessum vettvangi á árinu sem framundan ekki síst vegna sveitarstjórnarkosninga sem fara fram 16. maí næstkomandi. En við sjáum það reyndar á fyrstu dögum ársins að það verður af nógu að taka bæði af vettvangi heimsmálana og einnig hér heima. Árið fór á stað með miklum bravúr, leyfi ég mér að segja, þegar Donald Trump og stjórn hans í Washington tók ákvörðun að sækja Maduro, forseta Venezuela og konu hans til Caracas. Hann situr núna í fangelsi í New York og bíður þess að verða dreginn fyrir rétt í tengslu við meint brot gegn fíkniefnalöggjöf, skotvopnalöggjöf, hryðjuverkalöggjöf og öðru slíku. Þetta stórt og mikið mál sem hefur að sönnu dregið mikinn dilk á eftir sér. Og reyndar erum við að sjá núna mjög róstusama tíma í Íran, þar sem að almenningur hefur fengið sig fullsatan á klerkastjórninni sem kúgað hefur fólkið í landinu allt frá árinu 1979. Menn segja að þetta sé vegna hækkandi vöruverðs og það má til sanns vegar færa. Landið undir mjög hörðum viðskiptaþvingunum og þar hefur verðbólga verið talin í 20% á síðustu misserum. En það kemur meira til, meðal annars atburðirnir í Venezuela. Vegna þess að klerkastjórnin í Íran hefur getað nýtt sér stjórnkerfið í Venezuela til að gefa út diplómatavegabréf fyrir kauðana sem að vinna á þeirra vegum vítt og breytt heiminn og til dæmis í tengslu við drónaframleiðslu sem nýtt hefur verið gegn úkraínskum almenningi og hernum þar í landi. Þar hefur Venezuela skipt sköpum. Bandaríkjamenn hafa núna í raun tekið yfir olíuframleiðslu ríkisins og Kína sem að stólað á 700.000 tunnur á dag frá Venezuela fær núna ekki deigan dropa af hinnum svarta vökva. Þeir lítrar, eða þær tunnur, fara allar núna beinaleið til Bandaríkjanna, eru keyptar þar að fullu verði og Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann hefur lýst því yfir að núna muni almenningur í Venezuela loksins njóta ávaxtanna af þessum gríðarlegu olíuauðlindum sem þar liggja í jörðu. Þetta allt hið forvitnilegasta mál að sönnu, en líka átökin sem við sjáum breiða úr sér víðar heiminn. Donald Trump, hann heldur fast í þá skoðun sína að Bandaríkjamenn verða eignast Grænland. Við vitum reyndar ekki nákvæmlega hvað hann á við með því. Vill hann taka ríkið yfir á Grænland að verða 51. ríki Bandaríkjanna eða hann að gera eitthvað annað með þessum yfirlýsingum sínum? Ég fæ hingað á eftir til mín Björn Bjarnason fyrir dóms- og menntamálaráðherra sem eitthvað sölreyndasti Íslendingurinn í því að lesa í alþjóðamál, hernaðarmál og annað þeim toga og ætlum að fara yfir þessa stöðu og meta það hvernig mál að leggjast strax í upphafi nýja ársins. Eitt af því sem spilar þar inn í eru atburðir sem áttu sér stað inn í efnahagslögsögu Íslands fyrir vikunni þegar Bandaríkjamenn tóku yfir olíuskip sem skráð hafði verið á Rússa. Það talið hluti af skuggaflotanum svokallaða sem Íranir og Rússar nýta vítt og breytt heiminn, jafnvel þúsundir skipa. Og nú á að fara að taka hart á þessum skipaflutningum sem tryggja meðal annars olíuflutninga milli ríkja sem eru undir viðskiptaþvingunum. Björn verður hér í lok þáttarins og hvet ég ykkur eindregið til að fylgjast með því góða spjalli. En svo það umræðan hér heima. Þau tíðindi urðu í gær að Guðmundur Ingi Kristinsson, barna- og menntamálaráðherra, hann lýsti því yfir að hann væri hættur. Hann hefur átt við veikinda stríðagekst undir stóra hjartaskurðaðgerð þann 18. desember og nú orðið ljóst að hann ætlar að söðla og sitja á þinginu sem óbreyttur þingmaður að minnsta kosti næstu mánuðina. Í hans stað kemur Inga Sæland sem hefur verið yfir félagsmálunum og húsnæðismálunum og til þess að leysa hana af í þessum ráðherrakapli kemur inn Ragnar Þór Ingólfsson fyrir formaður VR. Hann hefur verið formaður fjárlaganefndar fram að þessu en nú ljóst að Sigurjón Þórðarson sem verið hefur í atvinnuveganefnd og farið mikinn þar í sambandi við strandveiðimál þar sem hann hefur persónlegra hagsmuna að gæta, hann verður núna settur í fjárlaganefndina og það verður forvitnilegt að fylgjast með því öllu saman. Ég fæ hingað til mín á eftir til að ræða þessi mál Andreu Sigurðardóttur blaðamann hér á Morgunblaðinu sem að fer yfir þessi mál í hverri viku með okkur á vettvangi blaðsins og vefsins hjá okkur og Björn Inga Hrafnsson sem margreyndur úr pólitíkinu og núna starfandi fyrir Miðflokkinn. Við ætlum líka að ræða vendingar í sveitarstjórnarmálunum sem ég minntist á hér rétt áðan. Það er ljóst að slagur verður oddvitastöðuna hjá Samfylkingunni í borginni sem að teljast nokkuð merkilegt í ljósi þess að oddvitinn núverandi einmitt borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, ég náði því réttu. Og svo það Viðreisn, þar eru að minnsta kosti 3 kandidatar sem að berjast að taka oddvitasæti þar, en nú liggur einnig fyrir
að ekki verður barist oddvita sætið hjá sjálfstæðismönnum. Við bíðum svo í ofvæni eftir upplýsingum það hvaða kandidat Miðflokkurinn mun nota eða tefla fram á sínu vettvangi í borginni og hver veit nema Björn Ingi Hrafnsson leysi frá skjóðunum þau mál hér á eftir. Ég mun allavega að gera mitt til að tryggja það. Þetta eru góðir hlutir sem við þurfum að fara yfir og segja okkur það hversu spennandi vikurnar eru framundan í pólitíkinni og auðvitað ekki bara í Reykjavík heldur í svo mörgum öðrum sveitarfélögum vítt og breitt landið. Þá langar mig til að nefna við ykkur að nú í morgun fluttum við fréttir af því að lækningavörufyrirtækið Kerecis á Ísafirði sem hefur verið að vinna stórvirki í kjölfar hins mikla bruna í Crans Montana í Sviss á nýársnótt. Það hefur unnið síðustu sólarhringa dag og nótt að því að framleiða meira þorskroði í stórum stærðum til að koma helsærðu fólki úr brunanum til aðstoðar. Þar skipta klukkustundir máli og nú þarf að koma roðinu sem framleitt hefur verið til dauðhreinsunar í Bretlandi hjá sérstöku fyrirtæki sem þar starfar. Landhelgisgæslan okkar, hinn öfluga sem fagnar 100 ára afmæli á þessu ári, hefur hlaupið undan bagga og klukkan 10 í morgun lagði TF-SIF flugvél gæslunnar af stað til Bretlands frá Reykjavíkurflugvelli með roðið og það verður síðan flutt í lok helgarinnar á sjúkrahúsi í Sviss og á Ítalíu og víðar til þess að koma þessu fólki til bjargar. Þetta enn eitt dæmi það hvernig hugvit og dugnaður fólks getur skipt sköpum. Kerecis eitt af þeim fyrirtækjum sem að breyta heiminum. Mér langar svo til að nefna við ykkur hér í upphafi þáttar. Við höldum áfram með bókaklúbbinn okkar sem hóf göngu sín í apríl og hefur gengið vel og hefur stuðlað mjög á bóklestri og áhuga fólks á markverðum bókum. Nú í janúar tökum við fyrir frábært verk sem að Karl Sigurbjörnsson heitinn biskup skildi eftir sig þegar hann lést 2024. Bók í handriti sem nú komin út og nefnist Skrifað í sand, minningabrot. Ég las þessa bók í nóvember og var hugfangin af því hvernig hún dregur upp mynd af íslensku samfélagi allt frá æskuárum hans í Reykjavík og þar til hann verður æðstimaður kirkjunnar á Íslandi. Hvet ykkur til að mæla ykkur þessa bók í verslunum Pennans Eymundsson. Hún þar á ótrúlegu tilboði, 4.999 krónur. Og í lok mánaðar ætlum við svo að setjast niður á vettvangi klúbbsins og fara yfir efni bókarinnar. Við gerum það reyndar líka á miðvikudaginn síðasta með Loga Einarsinni þegar við rættum Íslandsklukkuna sem bók sem við fórum yfir í desembermánuði. Hvet ykkur til að fylgjast með þessu öllu, en áður en við förum í fréttir vikunar með Birningar Hrafnssyni og Andreu Sigurðardóttur, þá fáið þið hér skammtinn frá kollega mínum, Ásthildi Hannesdóttur, sem að rýnir í það hvernig pólitíkin birtist okkur á samfélagsmiðlunum. Hello my fellow islanders! Nýtt ár, nýtt fár! Já, býðið bara sko! Nú þegar við höfum kvatt jólin og tekið svona fyrstu skrefin inn í nýja 2026 í árið okkar, þá ballið náttúrulega bara rétt að byrja. Fjaðrafokið og djöfulgangurinn bara í þann mynd að hefjast og í þetta sinn skulum við kannski reyna að vera með heilasellurnar í lagi og reyna að muna allt sem gerist á árinu. Ekki alltaf gerast bara segum það að vera eins og einhverju gúbbifiskar sem að elta á sér sporðin í 2 lítra fiskabúri þegar árið gert upp í fréttaanálum hana í lok árs alltaf. Eða ég meina, kannski mannkyninu bara fyrirmunað að muna svona mikið. Eða í það minnsta Íslendingum allavega. En jæja, við skulum allavega líta yfir farinn veg og sjá svona hvernig stjórnmálafólki okkar hefur hegðað sér upp á síðkastið á samfélagsmiðlum. Menningarmálaráðherra var léttur á fæti og dansaði inn í jólahátíðina íklæddur svona sér íslenskum jólasveinabúningi. Sjáið hann, algjör dúlla. Hann átti nú samt ekki roði Jón Gnarr, einn ástsælasta leikara landsins, sem reyndi líka að dulbúa sig fyrir barnabörnin sem jólasveit með aukagrímu. Já, en hans búningur reyndar lítur út fyrir að vera af amerískum toga. Ég veit ekki alveg hvort að það sé eitthvað statement eða hvað það er. Og svo átti hann brúðkaupsafmæli á gamlársdag og afmæli hana 2. janúar. Allt að gerast hjá okkar gæja, Síðbúið afmælisknús og uppáhalds Gnarrenburgin okkar. Stórasta jólastjarnan okkar Diljá Mist átti líka afmæli í jólafríinu og oh my gosh! Litla nostalgíukastið. Hún nefnilega fékk Kristmund Axel til að taka lagið á stofugólfinu heima hjá sér í hverfi 112 Í alvörunni, hefði maður verið til í að krassa þetta partí eða? Leið mér að hugsa, já. Jæja, til hammo með ammopartipæja. Ammo knús á þig. Aðaltöffarinn á Austurlandi, Jens Garðar, tók jólakveðina alla leið og sló auðvitað í gegn eins og hann gerði margsinnis árið 2025. Þetta geggjufjölla.
Halla Hrund elskar desember og naut mánaðarins til hins ítrasta. Heitt kakó, kósí heitt, jólaverslun, skautar og bara alltaf jóla sem hægt að gera, sko. Sjálfi kóngurinn okkar Pavel Bartosek setti saman sjálfu myndaseríu og taggaði hálft Ísland í póstinn. Svo margar sjálfur hefur hann tekið frá því hann var krýndur þarna sjálfu kóngur á síðasta ári. Svo fór hann líka í sund og nú hefur hann sko prófað allar sundlegar höfuðborgarsvæðisins. Vel gert hjá þér, King. Dogga Gunn fór yfir árið í máli og myndum og eins og sést dreif ansi margt á hennar daga á síðasta ári. Gerðist bæði vinkona Úrsulu ESB squeeze og Trumps. Ég meina í alvöru, gera aðrum betur, sko. Forsætisráðherra fetaði í fótspor sjálfu kóngsins og tók jólaselfie af sér. Hún svo sæt. Já, svo hélt hún náttúrulega áramótaávarp í sjónvarpi allra landsmanna og alls konar skemmtilegt. Snúli Másson deildi að sjálfsögðu cute fjöllumynd við jólatréð. Reyndar eins og allir hinir hafa gert líka, sko, en já. Svo fór hann yfir sitt pólitíska ár, sem var kannski okku-pokku, pínu, ponsu, skrautlegt, að þið spyrjið mig. Takið samt eftir bleika kraganum. Býtu, bleikur ekki stelpulitur, eða? Snúli eitthvað að rugglast, eða? Já, maður spyr sig. Rósa Guðbjarts varði hátíðunum erlendis og ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég halda að þetta væri bara mynd af einhverjum áhrifavaldi eins og Birgittu Lífið eða Sunnivu Einars eða eitthvað haldi upp á 26 ára afmæli sitt. Sjáu hana. Sanna Magdalena flúði líka land jólin og dvaldi í Hollandi hátíðarnar. Hún póstaði þessari, óhefbundnu jólamynd, ef svo má segja, og náði sér svo í eitthvað hollenskt hæsi og þakkaði fyrir allt gamalt og gott. Nær rallus, elsku kettlingin. Hildur Björns fékk jólaósk sína heldur betur uppfyllta en Guðlaugur Þór hefur greinilega bænheyrt hana þegar hann ákvað að gefa ekki kost á sér í borginni. Woohoo! Heiða Björg, þið eru kannski að hugsa núna bara alveg, Heiða Sko Heiða #borgarstjóri. Hún fór í leikhús og gerði geggjað 2025 borgarstjóra recap á Instagram þangað til að Pétur kom og skemmti stöðið. Við segjum nú bara Pétur Æja, #borgarstjóri, það nú kannski vissar að gera það. Reykjanesvilli kom öllum á óverum á dögunum og ákvað að bjóða sig fram í oddvitasæti Sjálfaflokksins í RKVFN. Thank you very nice. Koma svo kall! You can do it! Woo! Nanna, miðflokksmadama, skipti forsíðumynd og í alvöru það að sjá, hún bara gjörsamlega flawless á henni. Simmi Dabbi, bróðir Nönnu, hann tók loksins upp nýjan hlaðvarpsþátt þar sem hann rýnir í alltaf besta og versta á skaupinu. Loksins að hann fór að gera eitthvað gagn. Inga okkar Sæland hefur sko ekki legið í leti síðustu daga og vikur. Ó nei, krakkar mínir. En hún kom því í gegn að eldri borgarar þessa lands geti ekið bara hvers kyns ökutækjum þar til þeir eru nánast komnir á grafarbakkann. Í alvöru, þessu beru þetta fagna. Þetta mjög flottur liður í því að hala inn kílómetragjaldinu. Ég meina það þarf að græða á þessu lið á meðan það hægt. Já, og svo núna hefur hún bara snúið sér að börnum og menntamálum og bara hvatt öryrkja og eldri borgara bara bye bye. Já, vika í pólitík. Ég meina, já, það alveg hægt að segja. Hún sé bara eins og þessi 300 daga janúarmánuður sem nú stendur yfir. En jæja, það ekkert annað í stöðunni en að fara bara á fullu gasi inn í helgina og njóta þess að vera til. Það rosalega gaman að fá að gera svona skemmtilega hluti. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Alrafmagnað og margverðlaunað úrval Kia. Komdu og reynsluhættu. Askja. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré-Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu þér möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið sæl nýjum. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir þessa áhugaverðu yfirferð í meira lagi. En hingað eru komin góði gestir, annars vegar Andrea Sigurðardóttir blaðamaður hér á Morgunblaðinu og Björn Ingi Hrafnsson, fyrrverandi blaðamaður á Morgunblaðinu og núverandi starfsmaður Miðflokksins. Komið sæl og blessuð.
Blessaður sæll. Ég var að velta við mér hvernig á maður að fá í þáttinn svona í upphafi ás og stundum nú dálítið gúrka til að byrja með. Ég ætla að fá Björn Bjarnason hér til að ræða alþjóðamálið, þar þetta allt einhvern veginn á yfirsnúningi. En það verður ekki annars sagt en að það er við pólitíkina líka. Stórtíðindi í gærkvöldi. Já, sko, gúrka eins langt frá pólitískum veruleika hér á landi og allan heim, bara eins og það getur verið. En þú getur nú ástæðan til að biðja mann að koma í þátt hvort sem það mikið að frétta eða lítið, sko. Já, þú ert svolítið, Björn, eins og Sighvatur Björgvinsson sagði eðli góðs ritstjóra, að geta mýið þó hún sé ekki mál, sko. Það bara nákvæmlega þannig. Segðum bara hvað ég átalanleiki. Ég óska ykkur gleðilegs ásöðu þetta líka. Takk. Þú varst á fundi með Ingu Sæland í morgun upp í Graóvogi. Þar var verið að fara aðeins yfir stöðuna núna þegar ljóst er Guðmundur Ingi, hann er að hætta sem barnamálaráðherra. Við gekkst undir erfið og mikla aðgerð 18. desember og skum honum góð spata og núna fer á stað mikill kapall. Það er ekki bara ráðherrakapall, það er auðvitað líka í nefndum þingsins. Já, það er kapall hjá ráðherrunum og svo smitast þetta niður á þing vegna þess að Ragnar Þór sem kemur nýr inn sem félags- og húsnæðismálaráðherra, hann var formaður fjárlaganefndar. Hann, það þarf að fylla það sæti og það þá kemur í hlut Sigurjóns Þórðarssonar að fylla það sæti. Lilja Rafney fer þá í hans formannssæti í atvinnuveganefndinni og Ásthildur Lóa Þórsdóttir tekur við hinu hlutverkinu frá Ragnar Þór sem er þingflokksformaðurinn. Ásthildur Lóa sú sem var auðvitað barnamálaráðherra þar til að hún sagði af sér snemma á síðasta ári. Einmitt, og maður hefur svona heyrt, þær sögusagnir hafa allavega gengið fjöllum hærra að hún hafi verið mjög áfram að komast aftur inn í ríkisstjórna. Henni hafi ekki þótt þær málalyktir sem áttu sér stað þá hafa verið sanngjarnar og í samræmi við tilefni máls. En það er ljóst að hún fer ekki í ríkisstjórn en kannski finnst henni þingflokksformennskan vera einhver sárabót. Er ekki flestir sammála það að þessi atburðarás þegar hún sagði af sér áður en nokkuð fréttaflutningur fór fram það að hún hefði eignast barn, ung kona með barnungum dreng, að þetta hafi allt verið eitthvað frumhlaup og æðbunungangur. Þurfti hún að segja af sér þessu embætti til að byrja með? Ég held að þetta hafi verið mikill æðbunungangur. Ég held að, og þá eftir að koma fram nákvæm útlistun á því síðar, en ég held að henni hefur bara verið hentur í rútuna á fundi Ingu, Kristrúnar og Þorgerðar þar sem að það var bara einfallega metið sem svo að ný ríkisstjórn mætti ekki við þessu og það þyrfti bara að keyra prógramið áfram og hún hafi ekki fundið neitt stuðning. Þess vegna var það þegar málið fór að skýrast næstu dagana á eftir og maður fann hvernig almenningsáliti breyttist og þá var hann bara löngu búinn að segja af sér. Það var bara þannig. Og sér eftir því, en ekki hægt að vinda ofan að því. Nú er komið í ljós þetta... Þetta var óvenjulegt að því leitum til að þarna var ráðherra að segja af sér, en það var enginn úr til dæmis stjórnarandstöðunni sem hafi krafist þess. Það kom algjörlega úr stjórnarflokkunum sjálfum. Það kom öllum óvörum. Já. Já, sko, bara nánast í sama fréttatíma og var sagt frá þessu, þar var tilkynnt afsögnina. Sko, í þessu öllu saman að þá held ég að sko, stóru mistökin sem hún gerði er að fara sem ráðherra að hringja í konu út í bæ og mæta heim til hennar. Hvort að það sé afsagnarsök. Það er kona sem að gerði Kristrúnu Frostadóttur viðvart þennan bakgrunn eða þessa forsögu. Já, tengdamóðurinn sem og hennar skoðun hefur alveg skýr á því að hún geti ekki verið barnamálaráðherra með þessa sögu. En maður sá það að almenningsálitið þó snerist álitið á vil með henni Ásthildi Lóu og en mann fannst kannski að það helst sem satt eftir var að þetta hefði verið óviðeigandi hegðun hennar í embætti ráðherra að vera að mæta heim til konu út í bæ sem hafði sendt inn erindi. Það var svona svolítið sérstök. Dómgreindarestur sennilega. Hún fór fyrir barna- og menntamálaráðuneytinu og það er viðurkennt af öllum. Við höfum flutt hér ótrúlega fjölda frétta af þeirri úlfakreppu sem að menntakerfið er í. Og ég held að það blasir við öllum að það þarf mikið að gerast til þess að bæta úr því kerfi fyrir börnin okkar. Nú er búið að skipta tvisvar ráðherra, það þriðji ráðherran á einu ári kominn í þetta ráðuneyti.
er þetta ekki veikleikamerki fyrir ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur? Hún ber ábyrgð á mönnun stjórnarinnar. Að sjálfsögðu það og þar er það ekki held ég að það sé bara staðreynd að Guðmundur Ingi hafi kannski ekki verið best fallinn til þess að gegna því ráðherraembætti. Bara algjörlega óháð hans persónu að þá hefur þetta verið millibils ástand og hvort Inga Sæland er líklega til þess að breyta því á bara eftir að koma í ljós. En það er líka bara hvernig þetta hefur verið kynnt síðustu daga að Inga sé að stokka upp í ríkisstjórn og eitthvað svolítið. Venjulega er það nú þannig, af því að hún verið í forsætisráðuneytinu, að það er nú forsætisráðherra sem að tilkynnir breytingar á sinni ríkisstjórn. En þetta virðist vera svona bara prívat verkefni flokks fólksins. Tilkynnt á Facebook. Og tilkynnt á Facebook og þetta er allt svona, þú veist, eins og allir þekkja sem hafa verið í ráðuneytunum, þá er svona staðið að þessum með mjög svona frekar óhefðbundnum hætti. Forsætisráðherrann er bara horfinn? Já, það verðist vera svolítið svona skipulegt sko, að hvernig hún kemur inn og hvernig hún fer og margt ágætt í því. Ég hef alveg skilning af því að forsætisráðherra eigi ekki alltaf að vera í fjölmiðlum og að ráða því svolítið hvernig hún kemur inn. Nú þegar að þessi stóru mál í gangi á alþjóðavettvangi að þá eru eldarnir látnir loga á utanríkisráðherra sem að reynir að nýta tækifæri til þess að koma Evrópusambandinu að í bara hverja einustu setningu sem því fylgir. Fyrir út og suður í þeim. Og þá verður fjarvera Kristrúnar kannski ennþá meira áberandi vegna þess að það er svona illa falið leyndarmál í stjórnarsamstarfinu að Flokkur fólksins og Samfylkingin eru að reyna að svæfa Evrópusambandsmálið, reyna að kæla það, fresta því að í þeim flokkum gerir fólk sér auðvitað vel grein fyrir því að salurinn er ekki spenntur fyrir því í augnablikinu og allar slíkar tilraunir verða til þess að Þorgerður Katrín sem er svona mikil keppnismanneskja og hún verður ennþá ákveðnari í að keyra þetta áfram. Og við sáum það bara í fréttum síðustu daga, hún er bæði að boða frumvarp tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslunnar og svo er hún að kynna það að á fyrstu dögum þings á nýja ári þá eigi að keyra áfram bókun 35 og það er ekki manneskja sem er að gefa neitt eftir í þessum efnum. En Kristrún, hún boðaði svo í kjölfarið til fundar þar sem að Evrópumálin eru til umræðu innan Samfylkingarinnar og hefur svona var í viðtali hér við mbl.is þar sem að hún staðfesti það væri samstaða þetta að þessi þingsályktunartillaga yrði lögð fram á þessu þingi. Það sem að ég staldra við í þessu að það eru ekki nema kannski 2-3 mánuðir síðan hún sagði í viðtali hér við Morgunblaðið að hún myndi ekki eyða tíma í Evrópusambandið, hvorki tíman í orku, á meðan að ekki væri búið að koma böndum á efnahagsmálin hér í landi. Það hefur ekki ennþá verið, við erum ekki komið þangað og síður sé. Nei, við erum bara að fjarlægast það ef eitthvað er. Þannig að það sé verið að fara að setja þetta á dagskrá núna, það er í skýrri andstöðu við það sem að hún hefur áður sagt og hafði líka sagt fyrir kosningar. Þannig að þetta kallar á skýringar á þessu, hvers vegna á að setja þetta á dagskrá núna í ljósi þeirra stöðu sem hér er uppi í efnahagsmálunum. Ég ætla að mynda að fara yfir efnahagsmálunum eftir en mér langar aðeins til þess að svona teikna upp myndina af nýrri ríkisstjórn. Þú nefndir að Guðmundur Ingi hefði sennilega ekki verið heppilegasti mann til að taka þessu embætti og ég held að það hefði Ég held meira að hann hafi ekki einu sinni viljað það sjálfur. Nei, þetta gerðist og það blasir við að hann réð ekki verkefni, það kom í ljós á fyrsta degi og þetta var mjög brokkgengt hjá honum. Á sama tíma er það illa geymt leyndarmál að menn hlífðu honum í þinginu í fyrirspurnatíma það var ekki verið að taka á honum miklu hörku af því að menn fundu dálítið til með honum verandi í þessari stöðu. Nú kemur vígreifur maður inn í ríkisstjórnina með allt annan bakgrunn og allt aðra árin í þinginu líka. Eigum við vona því að það dýnamíkin gagnvart ríkisstjórnin inn í þinginu breytist við þetta? Já, það er bara engin spurning. Og það þarf ekki að leita annað en í yfirlýsingar Ragnars Þórs menn og málefni til þess að leita fordæma fyrir slíku. Hann hefur aldeilis sem verkalýðsleiðtogi og stjórnmálamaður látið menn heyra það. Og sparaði ekki stóru orðin og hlýtur þá að hafa skilning af því að það sama verið gert við hann. Og já, ég mynda mér að það verði núna
mjög mikið af fréttum Ragnar og margt rifjað upp og annað slíkt eins og gengur. Honum verður gefinn einhver tími til þess að setja sig inn í mál. En auðvitað bara staðan þannig á þessu rúma ári sem liðið að það gjörbreytt staða. Það að kreppa að. Það mjög mikill samdráttur, atvinnuleysi að aukast. Það eru flest fyrirtæki í landinu, það bara leiðilegt að segja það, en það eru flest fyrirtæki í landinu að fara að segja upp fólki. Það eru allir mannauðsstjórar að velta fyrir sér hvernig þeir geta dregið saman og þetta svolítið staðan sem að teiknast upp. Fólk hefur minna milli handana og við þessar aðstæður þá breytist stemningin í samfélaginu gagnvart ríkisstjórninni. Förum aðeins á efnahagsmál rétt á eftir. Andrea, hvernig blasir þetta við þér? Þú ert mikið niður í þingi, þú ferð auðvitað... Ert þú að stjórna þessu þætti eða ég? Já, enn sem komið það ég. Ég veit ekki hvernig þessu liggur, en þetta mikill barningur. Hvernig blasir þetta við með ríkisstjórnina? Heldur að þetta eigi eftir að breytast? Sko, ég hugsa að þegar Ragnar Þór kominn inn, Guðmundur Ingi farin út, það verður, ég hugsa að hann með svona sinn bakgrunn í þessu ráðuneyti muni alveg koma þarna inn að festu. Það verður forvitnilegt að sjá hvort að við upplifum hann með sama hætti og við gerðum þegar hann var með verkalýðsforingjahattinn. Já, hann þarf ekki að setja sig mikið inn í þessi máli eins og stundu þegar Guðmundur Ingi kom inn í barnamálaráðuneytið þá þurfti hann að setja sig inn í sem hann hafði aldrei setið með þinginu. Inga Sæland segist þurfa að setja sig inn í málinu í barnamálaráðuneytinu en félags- og húsnæðismálaráðuneytið, þetta ær og kýr Ragnar Þórs. Þetta lítur að vera drauma ráðuneytið hans. Einmitt. Það sem ég hugsa, það sem hann skilur eftir sig, formennskan í fjárlaganefndinni, mér skilst og heyrist á þingmönnum líka stjórnarandstöðunar, hann hafi verið ágætlega vel liðinn sem formaður þeirra nefndar. Hann hafi að mörguleyti verið sanngjarn, þar með ekki að segja að allir hafi verið ánægðir með allt, en það var hægt að eiga samtöl vissa hluti. Nú kemur Sigurjón Þórðarsson þar inn í þessa vandasömu nefnd og það verður forvitnilegt að vita hvernig stemningin verður í nefndinni þegar það kemur að því að undirbúa fjárlög næsta árs. Það eru allir nokkri mánuður í það en hann hefur verið potun og pannan í atvinnuveganefndir og þar hafa samskiptin nú ekki gengið vel fyrir sig. Nei, og mér skilst að sú nefnd skeri sig alveg úr þegar kemur að fasta nefndunum bara í samstarfi milli til dæmis stjórnar og stjórnarandstöðu. Hann ég hef alveg gaman að Sigurjóni, hann stríðsmaður í pólitík, hann ástríðumaður. Ég teki eftir því þegar umræður í þinginu og stjórnarliðarnir að reyna að láta hlutina ganga og þá vilja helst ekki að þeirra fólk sé að tala mikið. En Sigurjón í þessu ástríð og hann hefur gaman að starfinu sínu sem ég ber mikla virðingu fyrir og hann lætur ekkert segja sér þannig fyrir verkum. Ég held eins og að nú verður forvitnilegt að sjá hvað Ragnar gerir. Ég tek alveg undir það. Hann hefur alveg sýnt í fjárlaganefndinni að hann alvöru stjórnmálamaður. En við mögum ekki gleyma því að það bara stutt frá síðustu kosningum og Ragnar Þór vildi þar setja á oddinn að það eru sett neyðarlög á Seðlabankanum til að keyra niður vexti. Nú hann orðinn ráðherra húsnæðismála í landinu og ég hlakka bara til, ég væri til að vera að fljúga vegg þegar hann og seðlabankastjóri munu fara yfir á fundi hlýtur að vera fljótlega hvernig þessi neyðarlög verða gerð og hvað stendur til. Guð blessi það báða. Það er ekkert langt síðan þetta var. Það er bara þegar þú segir þetta, manni líður eins og það sé mikið lengra síðan en það er náttúrulega svo mikið búið og sérstaklega hjá flokki fólksins, það er svo mikið sem hefur gengið á einu ári, hugsið ykkur. Þegar að svona stór fréttamál svona ná ákveðnu vægi, það fáðu eitthvað svona heiti. Það er styrkjamálið, það er ástildarlóumálið, það er skómálið. Það er neyðarsjóður. Já, neyðarsjóðar. Þetta bara hefur ekki hætt. Nei, og nokkuð sem betur til þess að það gerir það? Nei. Við fjölmiðlamennir, við fögnum því að það sé verið að skaffa okkur gott fréttaefni. Ríkisstjórnin mælist með mismikið fylgi, samfylkingin, maður gripur til orða segir, fer með himinskautu, bara með mikil stuðning samkvæmt könnunum, þið sama á ekki við hérna samstarfsflokkana, en það er þetta með efnahagsmálin. Þau fóru inn í áramótin með svona þá söguskýringu að hlutirnir væri að virka, sleggjan væri að virka, þetta væri að ganga vel. En mælingarnar, opinberu mælingarnar bendi aðra átt, það er skelfilega töluvarandi verðbólguna. Verðbólgan var 4,8% þegar Kristrún tók við, hún er 4,5% núna.
Atvinnuleysi var 3,8% þegar Kristrún tók við. Atvinnuleysi núna komið í 6,5% og virðist vera á uppleið eins og þú nefnir. Og það sem meira ég tók eftir því að Kristrún vitnaði í næst síðustu mælingu. Verðbólgu, ekki síðustu. Og það er mjög ómögulegt vegna þess að venjulega notum við bara nýjustu tölurnar. Því að nýjasta tælingin var skellur fyrir ríkisstjórnina. Og það sem verra að nú því spáð að hún geti aukist enn frekar meðal annars. Og nú breytist þetta. Að mínum að ég hef alltaf talið að ríkisstjórnin myndi það tæki ákveðin tíma fyrir landsmenn að átta sig á þessari vinstri stjórn. Og þá miða ég bara við það hvernig þetta var með ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms sem var svo til þess að Sigmundur Davíð vann kosningasigur með 25% og var forsætisráðherra og myndaði ríkisstjórn með Bjarna Ben. Sterka ríkisstjórn. Út af hverju fékk hún mikið umboð út af því að landsmenn höfnuðu vinstri stjórninni með glæsibrag. Og ég held að það sama muni gerast með þessa ríkisstjórn. Að sjálfsögðu mun Samfylkingin síður finna fyrir því strax vegna þess að það er bara öflugri flokkur. Kristrún er mjög öflugur stjórnmálamaður og hefur gert margt ágætlega en nú frá og með áramótunum fara landsmenn að finna með beinum hætti fyrir alls konar skattaaðgerðum. Kílómetragjaldið er eitt, bæði dýrt en líka bara ótrúlega mikið vesen, illa útfært. Og svo eru vörugjöldin, gríðarlegar hækkanir og hvað mun það gera? Það stórhækkar verðbólgu. Bankarnir eru byrjaðir að benda það að verðbólgan geti í næstu mælingu farið yfir 5% út af hækkun vörugjalda, sem er bara út af ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Þetta stefnir náttúrulega líka kjarasamningum í hættu. Ég held að það ekki í ágúst sem að þeir eru til endurskoðunar og þar er viðmið, ég man ekki hvað það var, en 5% er yfir því, það var 4, eitthvað. Eitt af því sem ég furða mig mjög á, það er verkalýðshreyfingin í þessu öllu saman. Hvar er forseti Alþýðusambandsins þegar atvinnuleysi fer úr 3,8% í 6,5% og þessi verðbólgan gýs upp? Það er frábær spurning. Veistu hvað Alþýðusambandi gerði í gær? Sendi frá sér harðorða ályktun atburðina í Venezuela. Já. Ég hefði nú kannski haldið að Alþýðusambandi ætti að líta sér aðeins nær. Því að Alþýðusambandið og verkalýðshreyfingin er núna mörguleyti nátengt ríkisstjórninni. Það eru þarna verkalýðsleiðtogar sem eru fyrirverandi sem eru orðnir þingmenn og núna ráðandi ríkisstjórn. Og verkalýðshreyfingin hefur nú oft látið ríkisstjórnir heyra það þegar að einhverjir aðrir flokkar hafa verið ríkisstjórn. En við þessar aðstæður þeirra sem eru að teiknast upp, þá er sjálfsögðu ekki aðalatriði hjá Alþýðusambandinu hvað er að gerast í Venezuela. Það er bara mjög sérstaka nálgun til þess að koma þess að. Einu sem að heyrist eitthvað í er Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna Jónsdóttir. Aðrir eru bara ekki með. Halla Gunnarsdóttir er horfin. Ég reyndi nú að fá hana hingað í þáttinn líka í dag með okkur en hún var bundin á fundi á Alþýðusambandinu. Ég veit ekki hvort þú sé að fara áfram með málinn í Venezuela. Eða kannski Íran. Hún hefur nú fjallað áður stöðu kvenna í Íran og frægt á orðið. En ég held að þetta muni breyta fylgi samfylkingarinnar og ég held að sé að byrja að gerast. Við sáum að ríkisstjórnin fór niður 4% stig milli mánaða í vinsældum. Núna þegar fólk fer að finna þetta meira á eigin skinni. Því að hinga til hafa þau alltaf sagt þetta var fyrir ríkisstjórn og þetta var svona og hinsegin. Nú erum við bara einfaldlega komin í þá stöðu að það eru þeirra eigin aðgerðir og Kristrún sem er hagfræðingur og lofaði okkur því að lækka vexti og verðbólgu með sleggjunni. Hennar auglýsingar gengu út á það að Bjarni og Sigurður Ingi væri ekki standa sér nægilega vel í að berja niður vextina. Þannig að hún verður að sjálfsögðu dæmda því hvernig það gengur. Seðlabankinn geti þurft að grípa til vaxtahækkana í febrúar ef að mælingin núna í janúar verður vond. Engu að síður alltaf þegar hún var að tala hversu mikið vextir höfðu lækkað þá tók hún með mælingar frá kosningum áður en þessi ríkisstjórn var mynduð. Já, hún er nú svo sem ekki fyrsti stjórnmálamaðurinn klappa sér fyrir. Sem að raða því einhvern veginn upp að þessu hættar. Og næst síðasta mælingin. Við sjáum í Bretlandi, verkamannaflokkurinn stígur þar mjög krappan dans með mjög lítinn stuðning vegna efnahagsaðgerða svipuðum togi hér þar sem að menn hafa verið að hækka skatt út allt. En ég þetta dæmi það sem verið að gera fjármálaráðherrann afturreka með aukna skattlagningu á pöbbana í Bretlandi og þau virðast vera að taka uppbeygjur aftur vegna ákvarðana sem að þau töldu sig geta keyrt í gegn. Munum við sjá það á nýju ári? Munu Daði og Kristrún hafa styrkt í þess að segja, við höfum bara rátt fyrir okkur við? Ég til að svo sé, ég meina og pöbbamálið er bara svolítið eins og kílómetragjaldið. Þetta eru bara svona hlutir sem að snerta allan almenning og svo segja manni hvernig gerðist þetta allt saman og það var varað við þessu samsköttun hjóna. Nú eru sjómenn
að gagnrýna þetta, bara sem dæmi, af því að það var búið að gefa í skyn einhvern veginn að þetta snerti bara hátekjufólk og einhverju örfá aðila. Ríka kalla í Garðabæ. Akkurat, þetta er aðeins flóknara en svo og svo er maður farin að heyra milli stjórnarflokkana að samfylkingarfólkið að keyra ákveðna skattapólitík og Viðreisn gagnrýnir samfylkinguna meðal annars fyrir samsköttunina, þetta hefur verið frá samfylkingunum komið og það á eftir að aukast. Við sjáum að ungliðarhreyfing Viðreisnar er farin að kalla samstarfsflokkinn skattfylkinguna. Já. Og það bendir til þess að þegar fylgið hrapar, þá fara menn að senda svona alls konar meldingar. Förum aðeins í pólitíkina framöndan. Það eru sveitarstjórnarkosningar 16. maí. Það mun mæða mikið á þér veit í Andrea og Andrési frænda þínu hér og einhverju leyti hér okkur hópnum sem að stendur að baki spursmálum. Reykjavíkurborg hefur verið í deiglunni. Þar hafa nú aldrei verið stórtíðindi í upphafi árs. Guðlaugur Þór Þórðarson var búinn að halda mönnum heitum ég lef mér að segja áratugi það að hann myndi fara í oddvitaslegin en svo gera það ekki. Hildur stendur uppi með Pálmann í höndunum en það er von mikil átaka hjá öðrum flokkum. Já, það eru náttúrulega 3 í framboði til oddvita Viðreisnar. Þar er Aðalsteinn Leifsson sem var aðstofamaður ráðherra komin í leyfi núna. Björg Magnúsdóttir sem gekk nú bara nýlega inn í flokkin var aðstofamaður Einars Þorsteinssonar í hans borgarstjórnartíð. Fræg sjónvarpskona og kom þar inn með sína lyfturæðu og svo er það hann hérna Róbert, og mátti hjálpa mér að því ég man ekki, Róbert Ragnarsson sem kemur þarna, ég held að hann hafi verið hjá KPMG áður. Og með reynslu úr bæjarmálunum. Og með reynslu, já, hann var í bæjarstjóri Grindavíkur tíma. Þannig að það verður slagur þar, það verður áhugavert. Ég hef ekki mikla tilfinningu fyrir því hvernig svona landslagið er, hver er svona sterkasti kandidatinn. Þau kjósar það ekki í lok mánaðar? Jú, ég bara 31. janúar? Já, þar er náttúrulega Aðalsteinn aðstofamaður formannsins sem gefur einhverja vísbendingu, en hvernig það liggur í flokknum áttar maður bara segja ekki á, sko. Mér er sagt að hún hafi átt ákveðin kandidat í síðasta leiðtogakjöri fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar sem hafi beðið lægri hlut. Þannig að það er ekki gefið. Já. Nei, Þórdísi. Það heitir báða Þórdís. Þórdís Jóna hétt svo. Já. Og svo er það Samfylkingin. Þar erum við með 2 sem við erum búin að bjóða fram krafta sína í oddvitasætið og það er náttúrulega sitjandi borgarstjóri sem einhverju kannski mun eftir úr áramótaskaupinu helst. Hún heitir? Manst þú það, Björn? Hún heitir Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég held hún hafi grætt á þessu skaupi. Ég tel líka bara þetta hörku skemmtilegt skaup en ég held bara að þetta hafi verið svo augljóst. Sko, ef hún skiptir engu máli, af hverju voru þá 5 atriðum í áramótaskaupinu? Það voru sumir stjórnmálumenn sem lenti því að vera ekki einu sinni í skaupinu. Við skulum ekki nefna þá ekki. Nei, en sko, ég bara segja, það var svo augljóslega að verða að reyna að koma henni frá og svo kemur framboðstilkynning daginn eftir frá Pétri Martinsinni. Og forysta-Samfylkingarinnar var búin að vera að leita að alvöru kandidatum. Ég meina, ég held að það sé á hreinu og það var búið að kanna með Gísla Martin, það var búið að kanna með Magnús Geir þjóðleikhússtjóra. Þetta var niðurstaðan og ég held að einhverjir hafi talið þá að þetta væri skrifað í sandinn fyrir borgarstjóra, þetta lægi fyrir, en ég held að Pétur hafi ekki alveg verið að hjálpa sér með ýmsum yfirlýsingum upp á síðkastið. Ég ætla að spila hér klippu rétt á eftir, en áður en að því kemur, það er mjög óvenjulegt að það sé telt fram kandidat gegn sitjandi borgarstjóra. Sitjandi borgarstjóra sem er sko fyrrverandi varaformaður flokksins, formaður sambands sveitafélaga, bara þungavegt þar manneskja í öllum skilningi þess orðs. Og þegar Kristrún var spurð þetta þá sagði hann, það er nú ekkert óeðlilegt að þessi tekist á. Þetta er sko borgarstjóri. Það er sótt að borgarstjóri. Skulum spila hérna klippuna þegar Pétur Martinsson lýsir yfir framboðinu í fréttatíma RÚV þann 1. janúar. Pétur Martinsson, rekstrarstjóri og fyrrverandi knattspyrnumaður, gefur kost á sér í oddvitasæti í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Hann segist mættur til leiks til að hafa áhrif. Þetta er náttúrulega búið að vera svona aðeins að þróast með mér og það er ákvörðun tekin að fara í
í prófkjör Samfylkingarinnar oddvitasætið? Þetta eitthvað, þetta mismæli? Já, ég veit nú ekki hvort það til góð íslenska yfir að Freudian slip. Þetta, þegar ég horfði á þetta og hugsaði þetta var svo eins og hann hefði komið að mikill heiður að fá að verða fyrirliði hér hjá, ég meina, KR. Það hefði ekki geta verið verri mismæli og ótrúlegt að þetta hafi staðið svona og farið út svona. Já, nú er þetta ekki beinni útsendingu. Nei, ég held að þetta sé bara fínasti maður og þannig gerir hann mistök og ef hann hefði aðeins meiri lífsreynslu sem stjórnmálamaður þá hefði hann sagt, getum við fengið að byrja aftur. Ég þarf að koma þessu betur frá mér. En í staðan fyrir þetta látið koma svona fram og svo hefur hann verið með svona ýmsar dálítið sérstakar yfirlýsingar hann hlakki til að sjá hvaða skoðanir eða stefnu hann hafi í málum og vitnar í nýjan borgarstjóra í New York. Og þú veist, ég held að margir í samfélagi, maður hefur séð það, ég menna sumir af þessum álitsgjöfum á vinstri kantinum sem láta nú venjulega menn heyra það, þeir eru ekki allir alveg samfærðir og það kannski út af því að þarna finnst fólki með einhverjum hætti vegið að borgarstjórnum og það sé augljóslega ekki maður innan flokknum heldur sóttur. En það getur vel verið að Pétur sé með mjög sterkar stöðu. Ég bara áttum ekki á því. Hann náttúrulega úr þessu kaffi-vest-bandalagi. Staða Heiðu hefur ekki verið sterk í ljósi mælinga sem hún hefur fengið. 2% borgarbúa vilja sjá hana sem borgarstjóra. Það er erfitt að tefla fram mannesku með slíka mælinga á bakinu. Það er mjög erfitt og sjálfsagt það bara það sem að Kristrún og Jóhann Páll og þau hafa verið að bollaleggja. En ég áttum ekki á því hvort að þau eru með mælingar hjá sér sem benda til þess að það sé miklu meiri stuðningu við Pétur Martínsson. Ég bara áttum ekki á því. Það var eftir að koma í ljós. Það var alveg eftir að koma í ljós, held ég. En það var nú eitt sem ég hjó eftir líka þessu viðtali. Ef það er ekki komið nóg, að það var þegar hann var spurður út í svona hvað hann vildi gera fyrir borgina, þá var svarið í stuttumáli það að hann vildi Reykjavík sem virkar. Það er nú slagur sem ég þekki einhvers staðar annars staðar frá. Var það ekki Hildur Björnsdóttir sem sjálfstæðismenn? Já, í síðustu sveitarstjórnarkosningum, það var bara yfirskriftin hjá þeim. Fyrir utan að þú veist, þannig að það er einhver innblástur þarna. Fréttamaðurinn hefði þá getað spurt, en þú ert að bjóða þig fram í flokk sem hefur ráðið borgin í 15 ár. Af því að ég sá að hann sagði einhvers staðar, hann teldi nauðsynlegt að bjóða sig fram til þess að ná fram breytingum vegna þess að annars ætti Samfylkingin á hættu að tapa illa. Það er ekki mikið sjálfstraust í þessu fyrir hönd flokksins og það bendir allavega til þess að þau hafi áhyggjur og ég held að það sé rétt. Ég held að það sé mikil stemning fyrir því að breyta. En Pétur sjálfstæðismaður, ekki? Hann úr sjálfstæðismaður kreðsu, hann var allavega spyrtur í sjálfstæðisflokkinn mjög lengi. Ég menna hann var á lista fyrir flokkinn hér áður fyrr, hann gerir lítið úr því í samtali við fjölmiðla en talaði að hann hefði verið svo neðarlega á lista í 9. sæti og það var í dag eins og 20. sæti. Ég held að það standist nú ekki alveg skoðun, En já, svo hvort að hann sé sjálfstæðamaður í hjartan, ég veit ekki, fólk getur skipt skoðun. Já, og þeim fjölgar nú þessi dagana sem eru fyrrverandi sjálfstæðir. Ég held samt bara að fólk þroskaðist frá vinstri til hægri en ekki öfugt. Já, allt nú til. Talandum slík vistaskipti, Björn, breyta sem að menn velta mikið fyrir sig varðandi borgarstjórnarkosningarnar hverju miðflokkurum muni tefla fram í kosningunum. Og hér þú komin til þess að upplýsa okkur hver verður... Í hvaða myndavél á þetta? Leystu frá skjóðum. Já, nei, það ætla ég ekki að gera. Ég meina, miðflokkurinn hefur að mínum að það einstakt tækifæri í þessum kosningum. Það hefði komið mjög óvart ef þú hefði ekki talið að svo væri. Já, nei, það er ekki einu sinni ég að koma með einhvern spuna. Það er bara, ef þið skoðuð síðustu 7 kannanir í landsmálanum, að það er mjög mikil sigling. En þið mælist með vel innan við 10% í borginni? Já, nei, vel innan við. Ég held að segja 9, eitthvað og í könnun Viðskiptablaðsins verða meira. Hjá flokki sem er ekki með fulltrúa og ekki búin að kynna neina stefnu. 9, eitthvað er vel innan við. Ég myndi segja að 2-3 fulltrúar við þær aðstæður séu bara allnokkuð. En það sem ég ætlaði að segja er það að þá er auðvitað mikilvægt að sjá líka aðeins hvað hinnir að gera. Ég held að sjálfstæðismenn ætla ekki að kynna fullan eða efstu sæti sín fyrir einhvern tímann í febrúar.
Samfylkingin og Viðreisn eru með í lok mánaðarins. Auðvitað skil ég vel að það sé áhuga á því að sjá hvað við erum að gera. En ég veit ekki hvers vegna Miðflokkurinn ætti að vera fyrstur þegar að þetta allt opið og maður vil sjá hvað gerist. Þannig að þið eru að halda spilunum systematískt að ykkur? Algjörlega, algjörlega. Og ég meina, mér finnst, þú veist, auðvitað skiptir máli til dæmis hvort að Sjálfstæðisflokkurinn teflir fram Guðlaugi Þór eða Hildi. Ég meina, Hildur Björnsdóttir hörku stjórnmálamaður, en hún hefur verið þarna áður og það eru ýmsir í Sjálfstæðisflokknum sem að hafa verið ósáttur við ýmsar áherslur hennar í þéttingarmálum gagnvart aðalskipulaginu. Hún var með Degi B. Eggertssyni í hópi þegar í aðalskipulagsbreytingum gegn Eyþóri Arnalds á sínum tíma. Í Miðflokknum mikil andstaða við borgarlínuna og þéttingu byggðar og menn hafa ekkert verið feimnir við að segja það. Þannig að mér finnst þetta skipta allt máli. Þú nefnir Eyþór Arnalds, það hefur verið skrifað mikið að hann verði oddviti Miðflokksins í kosningunum. Já, en ég sá náttúrulega eftir honum að hann sé hættur í stjórnmálum. Ég held að það sé bara eins og sama með mig. Ég menna það er oft koma svona fréttir en ég hef ekki átt neinn samtölu við Eyþór Arnalds. Nei, en þú ert ekki steinhættur í pólitík. Kemur þig grein að þú leiðir þetta? Nei, það verður ekki þannig. En ég er ekki hættur í pólitík. Það er búið að velja oddvitann? Nei, það er ekki búið að velja. Það er ekki búið? Nei. Og hvernig fer valið fram í lok? Það er uppstillingarnefnd. Já. Andrea, við yðum í skinninu? Já, það sem mér finnst mjög merkilegt við þetta, maður hefur heyrt ýmsum nöfnum kastað fram, en enginn er að hafa skilið eftir eitthvað vafa. Það var Eyþór, maður heyrði Elliði, maður heyrði ýmis nöfn, en það hefur ofboðslega lítið svona spurst út. Hjá Viðreisn þá var maður búin að heyra öll þessi nöfn áður en að þau tilkynntu. Já. Löngu áður, Það bara þýðir það, við erum ekki kjafta út allan bæ. Ég er að reyna að lesa ég er dauðlangar að vita. Já, þetta er sannlega breyta sem að mun hafa áhrif í kosningunum í vor. Er það ekki? Jú, svo sannarlega. Það mun Miðflokkurinn eins og hann mælist með, engin nöfn og engin nöfn einu svona í speculation sem að neitt er komin með eitthvað svona sikti á þar sem að þú getur sagt að það eru nú einhverja líkur á að það sé þessi. Ég upplifi það ekki. Þá held ég að þið getur nú ágætlega vel við unnað þarna í kringum 9-10% en í plánunum. Vel innan við 10. Vel innan við 10%. Ég spóði við fáum 5-6 fulltrúa. Ráðum því hverju verið nýjum meirihluta. Það fer dálítið eftir. Þú mátt spila þetta hérna eftir kosningar. Það fer dálítið eftir því að því að ég held að væntingarnar séu komnar dálítið upp. Það verður dálítið undir ykkur komið að standa undir þessu væntingum. Af því ef að fólk er komið hérna með ykkur væntingar og búast við ykkur miklu og svo kemur eitthvað. En Einar Þorsteinsson, hann var sigurvegari kosninganna síðast og varð auðvitað borgarstjóri. Hvað, að lokum reyta Dagur B. náði að kría út þarna einhver 18 mánuði. Hvað með Framsókn? Eiga þeir sér einhverjar endur komið auðið? Ég hreinlega átti mig ekki á því. Ég auðvitað á ekki að afskrifa eitt eða neitt, en þetta hlýtur að vera mjög snúið fyrir hann. Meira að segja aðstofamaður annars er komin í framboð fyrir annan flokk. Hann lofaði breytingum og gekk svo til liðs við fallin meirihluta. Síðan var hann borgarstjóri og sagði af sér með þeim afleiðingum að ennþá meiri vinstri meirihluti tók við. Og ég veit ekki, ætlar hann að koma í kosningabaráttu og segja ég lofaði að breyta. Þú veist, ég átta mig bara hreinlega ekki á því hvers konar salur er fyrir það. Men bara áttu þess ekki á því hvers konar breytingar það eru? Nei, en ég held náttúrulega bara Einar hafi látið Dag snúa á sig. Já. Og það er ekkert leyndarmál að flokkarnir til vinstri vilja reyna að koma því út að það vilja enginn vinna með Sjálfstæðisflokknum. Það er einhvern veginn orðin bara einhver fasta breyting. Heldur að verði ekki núna að vilja ekki vinna með Miðflokknum? Já, ég gat nú ekki betur séð í fjölmiðlunum í dag heldur en að Kristrún Frostadóttir var að tala hvað að það væri ekkert langt á milli Samfylkingarinnar og Miðflokks í einhverjum málum. Er það skeifukenningin sem Sólveig er alltaf að tala um? Ef þar var ekki verið að byggja pólitíska brú, þá veit ég ekki neitt í pólitík. Þannig ég held að verði minna slíkar yfirlýsingar, en Miðflokkurinn allavega mun ekki útiloka samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn, sannarlega ekki. Einar Þorsteinsson, heldur að hann eigi tromp á hendi? Ég sé það ekki í sjónmáli. Hann er náttúrulega alveg
klókur hann Einar að mörgu leyti. Það er aldrei að vita hvað hann kemur með. En eins og þetta blasir við mér núna að öllu óbreyttu að fyrst að honum tókst ekki að laða að sér fylgi á þessu ári sem að hann hefur verið í minnihlutanum, þá er ég ekki alveg að sjá hvað hann er að fara að gera á næstu mánuðum í þessu og maður velti því fyrir sér sko, þegar ég væri þá myndi ég velta því fyrir mér hvort að væri ástæða til þess að breyta til. Flokkurinn er í hreyfanlega fylginu. Þú sér það kom þarna mjög hratt til hans að hluta til væntanlega á grundvelli vinsælda Framsóknarflokksins Ásmundar Einar sem að kom þarna í drottningaviðtal þar sem hann lýsti sinni æsku og snerti hjörtu sérstaklega kvenna. Fylgið var voðalega kvenlegt á þeim tíma. Það smitaðist aðeins yfir til hans, þetta á viljabreytingar og er ekki bara best að kjósa Framsókn og allt þetta. Þetta er ekki að fara að virka aftur núna. Þetta er farið, en þeir eru í hreyfanlega fylginu og þá held ég að það muni ríða dálítið á því að þau nái aftur einhverju svona mannlegri tengingu eins og Ásmundur Einar gerði, eins og Inga Sæland hefur gert held ég tvisvar sinnum í svona loka viðtalinu þar sem að það falla tár og ná að höfða til sko hjartans í hreyfanlega fylginu. Þá gætu þau náð árangri. En hvort að Einar sé rétti maðurinn í það, ég skal ekki segja að það getur vel verið. Hver verður formaður Framsóknarflokksins þegar kemur að þessum kosningum? Já, eins og staðan er núna þá held ég að það verði Lilja Alfreðsdóttir. Ég held að Stefán Vagn Stefánsson var að lýsa við framboð til varaformanns og það búið að liggja í Willum Þór Þórsinni sem er forseti ISÍ og ég held að Halla hefur hann ekki gefið sig ennþá. Það er líklegast að það verði Lilja, hún hefur mikið áhuga á því, eða einhverju þingflokknum eins og Ingibjörg Isaksen, sko. En Framsókn er bara í mjög snúinni stöðu og kannski í þessum svona þegar stóru myndirnar að teiknast upp og hvað sem Evrópusambandið, skattamál eða hitt og þetta, það sem menn eru svona sterkir með á móti, að þá getur verið erfitt að lenda þarna á milli. Heyrist mér hlakka í gömlum Framsóknarmanni? Nei, ég var bara mjög mikið af góðum vinum í Framsóknarflokknum og ég hef engan áhuga því að sjá hann lenda í einhverju útreið, sko. Það lognast út af? Nei, ég er bara verið að segja það. Eru önnur sveitarfélög sem við ættum að hafa augun á, eru spennandi slægir framundan víðar? Já, ég meina það verða slægir víða land, misstórir. Það maður sér það að núna er Viðreisn og Samfylkingin að þar aðeins að koma upptaktur í Kópavogi, miðflokkurinn er líka þar. Þar sem Ásdís og Sjálfstæðisflokkurinn hafa notið mikilla vinsælda. Hvort að þeim verði ágengt að sækja að henni þar, það á eftir að koma í ljós. Svo er það maður nefnir kannski Mosfellsbæ sem hefur ekki verið mikið nefndur í þessum efnum en Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi farið með bæjarstjórnina þar og bara nánast í hreinum meirihluta sko, eða í hreinum meirihluta oftast nær þangað til í síðustu sveitarstjórnarkosningum og að þeir töpuðu þeim kosningum. Þannig að þar er Hilmar Gunnarsson, ofboðslega vinsæll Mosfellingur, búinn að gefa kost á sér í oddvitan hjá Sjálfstæðisflokknum og það verður held ég mjög áhugavert að fylgjast með vegna hans bara persónulegu vinsælda hvort að Sjálfstæðisflokkurinn nái aftur vopnum sínum í Mosfellsbæ. Ég er mjög spennt, ég er náttúrulega uppalinn í Mosfellsbænum þannig ég hef kannski aðeins meiri áhuga en meðalmaðurinn á þessu en ég held að þar verði spennandi slagur. Þetta er allt sem áhugavert. Sigmundur Davíð og Snorri Másson og Karl Gauti voru með fund í Vestmannaeyjum í gærkvöldi sem að mér er þetta bara einhver fjölsjóttættasti stjórnmálafundur þar í bænum mjög lengi. Þar ætlar miðflokkurinn væntanlega að bjóða fram sem sætir tíðindum. Þar hafa verið hugmyndir að reyna að ná saman lista Sjálfstæðisflokksins og klofningsframboðinu sem að gerði nú allt vitlaust í bæjarpólitíkinni þar fyrir 8 árum. Já, sem Íris Róbertsdóttir fer fyrir. Akkurat, og þá eftir að koma í ljós hvort það verður og hvort þau séu gróin. Þannig að þetta þú veist, ég er bara að segja fyrir sjálfum mig, ég er að taka þátt í að skipuleggja framboð hérna all land, sko. Og mjög áhugavert að taka þátt í þessu. Þetta verður mjög spennandi.
Björn, þú nú komið oftar en þetta aðrir hingað í spursmál til mín þessi 2 ár sem við höfum verið í loftinu. Ég mun að sjálfsögðu kalla ykkur til hér jafnt og þétt fram á vorið því að þetta verða spennandi tímar. Mjög spennandi tímar. Takk fyrir kærlega fyrir komuna Björn og Andrea og góða helgi. Takk Góða helgi. Við erum hins vegar ekki hætt því að hér handan við hornið ítarlegt og gott viðtal mitt við Björn Bjarnason. Við ætlum að fara yfir alþjóðamálin, meðal annars hvernig staðan á Grænlandi núna þegar að Donald Trump ítrekar æ ofan í æ að Bandaríkin þurfi að eignast þessa stærstu eyju í heimi. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Skerðu fetuna af útgjöldunum. Cardio. Einfaldari útgjöld. Paulsen skiptur bílrúður. Fagleg og vönduð vinnubrögð. Bókaðu tíma á paulsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum fyrir ágæta yfirferð á fréttum vikunar. Hingað hins vegar kominn góður gestur sem full ástæði til að draga hingað á þennan vettvang í þeim aðstæðum sem við horfum upp á alþjóðasviðinu. Það Björn Bjarnason fyrrum ráðherra og reyndar aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins til margra ára. Hann fylgist betur með en flestir á þessu sviði og ég ætla að ræða við hann bæði þá stöðu sem að teiknast upp gagnvart Grænlandi en líka magnaðir atburðir sem við erum að sjá í Venesúela og í tengslum við stríð Rússa og Úkraínumanna. Blessaður Björn. Takk fyrir blessaður. Þú var náttúrulega í áratugi fjallað alþjóðamál, skrifa bækur í hitta kalda stríðsins og fleira. Hefurðu einhvern tímann upplifað ástand eins og það sem við erum að sjá teiknast upp þessa dagana? Nei, ekki held ég það og ekki neitt á mínum aldri hafi upplifað ástand eins og þetta í heimsmálunum sem við höfum verið að kynnast núna. Ég hef mann nú eftir frá svona í byrjun 7. áratugarins. Ég man aldrei eftir svona og þessi óvissa sem og þessir atburðir sem að gerast og núna þegar við sjáum að skip hertekið hérna fyrir sunnan Ísland, það hefur aldrei gerst í minni tíð. Hvernig myndir þú lýsa ástandinu? Þú talar óvissu. Hvernig teiknast þetta upp? Þetta teiknast alveg upp. Hvar hefur við að byrja? Við getum byrjað á atburðinum þegar 3. janúar þegar Maduro hjónin voru fjarlægð frá Venezuela, dregin fyrir rétt í New York, sökuðum hryðjuverk og fíkniefnasölu til Bandaríkjanna sem ögraði öryggi Bandaríkjanna og stofnaði þeim í hættu. Og þetta var gert á grundvelli ákæru í Bandaríkjunum og hann var dreginn sem sagt fyrir dómara og þau hjónin. Þessi atburður náttúrulega eins og að kasta stein út í tjörn og þú sér hringana myndast í kringum hann. Og hann núna tegið sig meðal annars hingað eins og við sáum í þessari skipatöku í gær. Það sem að gerast það að Bandaríkjamenn hafa greinilega ákveðið að vesturhvel jarðar eigi að vera þeirra áhrif og yfirráðasvæði og þeir vilji búa þannig hnútana að þar sé ekki óvinir þeirra og ekki fólk að eitra fyrir þjóðinni eða stofna til innflytjanda vandamála eða hvað sem við kallum þetta. Og Trump-stjórnin tekur þá ákvörðun að fjarlægja þetta fólk og jafnframt að segja þið getið setið áfram sem eruð hér við völd en við munum taka af ykkur alla olíuna, við ætlum að stjórna henni og við ætlum að nota hana sem vopn í okkar tilgangi og það það sem við erum að sjá núna. Það situr þarna varaforsetinn í valdastóli, sósíalistarnir fara með völdin í Venezuela en Trump segir stjórna landinu. Hún var auðvitað hluti af þessari glæpaklíku, þessi varaforseti. Já, og lýsingarnar á henni eru þannig að hún hafi lifað allt af og bróður hennar og þau hafi stjórnað í raun og veru á bak við tjöldin og
en hún sé mjög pragmatísk eða hún kunni machiavellísk eða hvaða orð við viljum nota til þess að lýsa stjórnmálamanni sem getur lifað allt af með klækjum og klækjabröðum. Það var nú sagt hún hefði verið í Moskvu þegar árásin var gerð á Caracas og takt eftir því að það voru 32 kúbanir eða kúbverjar sem fjallu í átökunum sem voru í forsetahöllinni. Hvað voru þessi kúbverjar að gera? Það út af því að Maduro treysti líklega engum af sínum eigin landsmönnum og þeir fá málarliða frá Kúbu til þess að standa vörði kringum forsetan. Þannig var nú ástandið. En hvað það? Þetta verður síðan að því að það ákveðið að taka olíulindirnar og taka öll skipin líka sem liggja undir ákærum fyrir að hafa brotið viðskiptabannið sem sett var á Venezuela, flutt olíu frá Venezuela til jóþök Bandaríkjanna og skipin eru öll undir ákæru líka eins og forsetahjónin voru og í krafti þeirra ákæra að þá núna farið að stöðva skipin hvar sem þau eru í heiminum. Og þetta skip sem var stöðvað hérna hafði verið elt í 19 daga eða eitthvað slíkt á bandarísku strandgæslunni. Samfellt eftirförir talið, ef þú manst í landhelgisdeilunum að þá fylgdu varaskipin kannski 2 árum eftir dögum saman af því að samfellt eftirför var túlkuð þannig að ef hún væri samfellt að þá væri hvenær sem heimil til þess að fara borð í skipið hvar sem það væri utan landhelgi sjálfstæðs ríkis. En það sem gerðist með þetta skip var það að eftir að það hafði verið elt í nokkra daga að þá allt í einu var það afskráð í Guayana og skráð sem rússneskt skip, sett undir rússneskan fána, rússnesku fáni málaður á það og það var greinilega gert og skiptur nafn og allt nafn og númer og það var gert af því að það átti að flytja það undir verndarvæng Pútíns. Og síðan var skipinu siglt út á Atlantshaf og var á leið til Rússlands þegar það var stöðvað. Þetta núna túlkað þannig í breskum blöðum og í bandarískum blöðum á þann veg að taka skipsins sé meiri háttar áfall fyrir Pútín og sýni það að þessi svo kallaða vinátta og þessi tengsl á milli Pútíns og Trumps sé ekki annað heldur en yfirlýsingar en þegar komið til kastanna að þá íti Trump Pútín til hliðar og hafi hans sjónarmið engu. Það grunnt á hennu góða rússnesk skip eru hvergi óhult eftir þessa eftir þetta og ekkert af þessum skipum. Það sjá það allir núna fyrst að það var tekið skip sem rússarnir tók undir sinn vendarvæng og var sagt að hefði sett kafbát í áttina því og herskip til þess að gæta öryggis þess. Það tekið svona og það núna leið til Bandaríkjanna. Þetta lagt upp á þann veg að þetta jafnist á við það að Assad, Sýrlandsforseti, treysti á vernd Pútíns og Maduro treysti á vernd Pútíns. Þetta allt þurrkað út. Það segja hann, það bara í Kína og Norður-Kóreu. Íran að falla, Íran og Íranir hafa séð Rússum fyrir drónum og kennt þeim að smíða dróna. Íran á fallandafæti. Það býst engin við því að Pútín getur rétt klerkastjórnin í Íran nokkra hjálparhönd. Gæti í mestarlagi skotið skjólshúsi yfir þá í Moskvu en það þá að þrengjast þá þar. Eins og Assad sem núna flóttamaður Assad flóttamaður í Moskvu og Maduro í fangelsi í New York og þetta skip á leiðinni til Bandaríkjanna. Þetta svona heildarmyndin sem að teiknast upp að þeir taka forsetahjónin, þeir segja við ætlum að stjórna olíunni. Olían lykilþáttur fyrir Kína, Íran og Rússa og Kínverjar hafa sett milljarða í þessa olíuvinnslu í Venezuela og þeir voru þeir einu sem tók eftir sem
virkilega mótmæltu því að forsetahjónin væru handtekin. Þeir stóluð á 700.000 tunnur af olíu á dag frá Venezuela. Nú virðist samkvæmt fréttum vera búið að skrúfa alfarið fyrir það. Alfarið fyrir það og með þessum skipatökum verið að herða það enn frekar. Þessi aðgerð gagnvart Maduro-hjónunum, maður trúði þessu eiginlega ekki. Nei. Þetta er aðgerð á einhvern skala sem maður hefur ekki séð áður. Ég tel að aðgerðin gegn þeim auðvitað þannig að það bara farið inn og út aftur og eins og bara á svipstundu þetta líkist við árásirnar á Íran, farið með sprengjuvélar og sprengt og eyðilagt kjarnorku, byrgi ykkur og heim aftur. Skipatakan líka í sama dúr. Það bara haldið áfram að fylgja skipinu og svo þegar færi gefst að þá bara komið og skipið tekið. 1 fyrir 10. Þetta eru svona aðgerðir sem við höfum ekki kynst og eins og sumir segja þetta eru aðgerðir sem leysa mál sem hafa verið áratugum saman á samningaborði og menn hafa verið að reyna að komast að einhverju niðurstöðum svo allt í einu bara á einni nóttu og þá er þessu öllu snúið við. Það er ekki langt síðan að við sátum saman á vettvangi bókaklúbs spursmál og ræddum Kúbudeiluna eftir Max Hastings og þá rosalega atburðir sem áttu sér stað þá. Þegar við skoðum þessa aðgerðir gagnvart Venezuela og hvernig Marco Rubio talar eins og forseti Bandaríkjanna, er þetta ekki í raun bara eins og ný Kúbudeila sem bara hefur komist á enn annað stig? Þetta er einhver bakgarður Bandaríkjanna sem að menn telja lífsnauðsynlegt að ná einhvers konar tökum á, ekki endilega af ótta við Venezuela sem slíkt heldur miklu frekar Kínverjana. Og einhverju hnútur í heims átökum sem hafa farið fram árum saman á þess að þau séu viðurkennd sem og Kínverjar halda sér til hliðs, styðja Maduro og þeir halda sér til hliðs. Putin gerur ekkert þegar skipið er tekið. Hvað hefði gerst ef að Khrushchev hefði ekki dregið skipin tilbaka? Þá var náttúrulega Bandaríkjamenn sem sagði sprengjum en aðrir Kennedy héldu rósinni og það var ekki gert og hann bar sigur úr bítum að lokum. En það voru kjarnorkuvopn á Kúbu. Við veitum ekki til þess að það séu neinn kjarnorkuvopn í Venezuela. Það er ekki gjöreyðingarvopn. Ekki gjöreyðingarvopn og það er öðruvísi ástand að því leyti. En Rubio eins og hann talar og talaður hann, þá er sagt að hann var að kúbverskum ættum og það er bara hluti af hans fortíð að gera upp við þetta og hreinsa þetta út og Kúba verður næst og svona við. Lindsey Graham tjáði sig með þessum hætti borðið forsetavélinni. Þeir tala mjög opinskátt það að Kúba sé næst á listan. Næst á listan. Ef ekki er fyrir Grænland, það er kannski það sem að stendur okkur nær í þessu sambandi. Við höfum fylgst með þessum einkennilegu yfirlýsingum Trumps reyndar langt aftur. Hann hefur í mörg ár tjáð sig að Grænland þurfa að vera undir áhrifasvæði Bandaríkjanna og jafnvel meira en það. En þessi svör eru all einhvern veginn loðin þrátt fyrir það. Það veit enginn hvað hann er í raun og veru að fara með þessum. Það veit enginn og það veit enginn heldur hvað hann veit í raun og veru því að þegar hann talar ógrunn af skipum frá Kína og Rússlandi í kringum Grænland og þá er það náttúrulega alrangt, það er ekki. En hann notar þessi rök, þjóðaröryggishagsmunir Bandaríkjanna krefjast þess að við ráðum yfir Grænlandi. Er þetta ekki grunnrökin sem hann notar? Og hann notaði rök líka það verður þjóðaröryggi að Venezuela var ekki að öðru á Bandaríkjunum með eiturlyfjum og öðru slíku þannig. Þjóðaröryggi Bandaríkjanna hans mat er ögrað á norðurslóðum vegna þess að Kínverjar og Rússar eru að færa út kvíarnar og hann segir við verðum að ráða yfir þessu svæði til þess að tryggja okkar öryggi. En gildir ekki nákvæmlega það sama Ísland og Grænland? Jú, býttu aðeins, en vandinn er sá að hann að tala Grænland í raun og veru, hann að tala Evrópu, hann að tala það, við getum ekki, Danir hafa sett stórfé og alveg ótrúlegar fjárhæðir á danskan og hvað þá okkar mælikvarða og alla mælikvarða. Stórar fjárhæðir til þess að byggja upp varnir á Grænlandi. Tilkynntum þetta eftir að hann byrjaði að tala þetta aftur
og lagt á ráðinu það hvernig væri hægt að auka öryggi Grænlands. Hann lýsir þeirri fjárfestingu reynda sem einum Já, hundarsleða. þetta er náttúrulega bara móðgandi fyrir að tala svona til Dana og sjá Graham Lindsay hlæja og flissa þessu í flugvélinni var náttúrulega fyrir Dani bara mjög niðurlægjandi. Já, niðurlægjandi. Þótti mér að misst að sjá það. En af því að þeir hafa lagt svo mikið á sig. En í grunninn þetta í raun og veru það að Trump hefur svo mikla vantrú, ég ætla ekki að segja skömm, en svo mikla vantrú á getu Evrópuþjóða til þess að verja sig, að hann treystir þeim ekki fyrir að halda öryggisgæslu uppi á Grænlandi. Og hann að selja þá hugmynd, ég þarf og selur, þetta fyrir heimamarkaðin, ég ætla sko líka að tryggja öryggi okkar í norðri og til þess þarf ég að fá betri aðstoð á Grænlandi. En það almennt viðurkennt út frá öryggishagsmunum að Bandaríkjamenn verða að hafa aðgang að Grænlandi. Á Norður-Grænlandi brjóstvörning gagnvart mögulegri kjarnorku Þeir hafa allan þann aðgang að Grænlandi sem þeir vilja samkvæmt þeim samningum sem í gildi. Þetta virðist vera að öðru, þess vegna veldur maður fyrir sér. Hann annars vegar að segja við Evrópumenn, ég treysti ykkur ekki, og hins vegar að segja við heimamarkaðinn, sjáu hvað ég kaldur, ég ætla líka að stækka í áhrifasvæði Bandaríkjanna á Grænlandi. Svo kemur þessi Stephen Miller hann og segir það eru bara 30.000 íbúar á Grænlandi, þeir eru nú vísu nær 60.000 og þeir gefa svona yfirlýsingar sem gefa þetta kynna þeir hafa einhverja NASA-sjón af því sem að gerast og hvernig ástandið en þeir hafa ekki sett sér mikið inn í það. En það kemur svona smá, komið bakslag á þetta í Bandaríkjunum og menn eru farnir að svara þeim og Wall Street Journal skrifaði leiðara í gær það, af hverju þarf maðurinn að vera með þennan yfirgang gagnvart Grænlendingum. Það þjónar engu tilgangi. Það þjónar ekki þeim markmiði sem á að vera okkar höfumarkmið að eiga gott samstarf við Grænlendinga. Eða Dönum sem að hafa einmitt fylgt Bandaríkjamönnum í Írak og Afganistan með alveg ótrúlega afgjænandi hætti. Ótrúlegt. Mist þar menn. En síðan hitt, eru Danir og Grænlendingar á sömu blaðsíðu. Það svo að það sé algjörlega samstiga afstaða milli yfirvalda í Kaupmannahöfn og í Núk. Mér finnst eins og Eldur Ólafsson í hans samtölum meðal annars á mbl.is mjög fróðlegt og gott samtal sem hægt að lesa að... Og nú síðast á CNBC. Já, hann mjög eins og náttúrulega maður sem var með námugróft mjög jarðbundinn og heldur sig við hlutin eins og hann sér þá og þeir eru að hans mati og hann segir þetta á ekki að dramatísera þetta svona. Þetta eru erfiðar aðstæður á Grænlandi, það gífurlega dýrt að vinna þessar auðlindir, það þarf mikla þolinmæði og það þarf mikla fjármunni og það þarf alls konar útsjónarsemi og eina þjóðin í raun og veru sem getur gert eru Bandaríkjamenn, það það sem hann að gefa til kynna og þeir hafa núna komið og fjárfest í hans fyrirtæki. Og þetta vita Grænlendinga líka. Já, í febrúar fyrir 2 árum þá gáfu Grænlendingar í fyrsta sinn út stefnu sína í varnar- og öryggismálum, plagg, þar sem þetta setning Grænland, ekkert með Grænland nema með Grænlendingum eða hvernig sem svo setning Þeir í því plaggi alveg skýrt tekið fram að þeir verða eiga samstarf við Bandaríkin og Kanada og snúa sér meir í vestur. Auðvitað hafa þeir þessi tengsl í austur til Evrópu en þeir verða að vera opnir í vestur og þeir leggja á ráðinu það að koma á fót þingi innúíta frá Alaska til Grænlands og svo framvegis. Þannig að Grænlendingar hafa ekkert verið á móti því að eiga náið samstarf við Bandaríkin en Grænlendingar náttúrulega á móti því að ykkur segir ég ætla að kaupa ykkur, ég ætla bara að ráða ykkur, ég ætla bara að fara, þið verður bara að gera það sem ég segi. Það einhver stigsmunur í því hvernig menn nálgast svona allar þjóðir og sérstaklega fámennar þjóðir og þjóðir sem hafa þolað það sem Grænlendingar hafa þolað. Kann að vera að hann sé að hugsa þetta fyrst og fremst til heimabrúksfrekar heldur en... Ég held að hluta því sé til heimabrúks og ég held líka að það sé rétt sem verið að segja núna í dönskum fjölmiðlum
að fyrir Mette Frederiksen getur hennar harða afstaða líka verið til heimabrúks. Mette Frederiksen hefur verið á niðurleið í skoðanakönnunum og hennar velgengni í stjórnmálum í Danmörku hefur mjög byggst á því að hún hefur með stildarlegum hætti tekist að snúa svona viðfangsefnum, stórum viðfangsefnum sér í hag. Orðið stjórnandinn á hættutímum og krísutímum. Búa til óvinn. Já, eða magna upp óvinn, eða nota hættu til þess að sýna fram á að það þarf sterkan leiðtoga til að takast á við þessa. Það gerði hún auðvitað mjög afgerandi líka í nýársávarpinu þegar hún ræddi útlendingamálin og svona þá átráðslu sem að þau hafa upplifað gagnvart ákveðnum hóp. Og þetta mál núna þannig því að þú sér það, hún í París núna í vikunni, talar það að þetta sé bara endalokin, ef að Trump gerir þetta, þá það endalok NATO, segir hún. En þeir eru á fundi í danska stjórnarráðinu, utanríkisráðherrann og varnarmálaráðherrann, og utanríkisráðherrann Løkke kemur út og segir við skulum ekki tala á svona og dramatísera þetta, við skulum ekki segja þetta sé krísa, þetta vandamál viðfangsefni sem við þurfum að leysa í samtölum. Og ég hef verið í samtali við Marco Rubio og við munum tala saman og nú hefur Rubio boðað til fundar í næstu viku þannig að þeir ætla að tala saman. Þannig að það verðist líka vera þarna svona tilhneiging til þess að magna þetta upp til þess að ná til kjósenda með þessum hætti. Við erum svona í þessari veröld. Trump lýsti yfir fyrir vikunni líka að hann myndi alltaf koma NATO til bjargar á Evrópu. Hann segist ekki vera vissum að NATO eða Evrópa myndi koma Bandaríkjamönnum til bjargar. Hann stillir þessu þannig upp. Út frá herstyrk og umsvifum, NATO lifir ekki af án Bandaríkjana, en Bandaríkin geta lifað af á NATO. Samt sögðu Bandaríkjamenn að það væri bráðnauðsynlegt 2001 að virkja 50 grein NATO-sáttmálans til þess að Bandaríkjamenn fengju aðstoð frá sínum bandamönnum þegar ráðist var á New York og Washington. Og það eina skiptið sem 5. grein sáttmálans hefur verið virkjur. Það var hvað Bandaríkjamönnum með? Já, í þá Bandaríkjana. Það hefur verið virkjuð 4. greinin sem það að við óskum eftir viðræðum til þess að búa okkur undir og það sé að verða hættu ástand. En grænlendingar segja við viljum ekki virkja þá grein núna, við viljum ekki fara með málið á þetta stig. Við teljum að sé að leysa þetta án þess að dramatísera það á þennan veg. Við erum svolítið í háspentum ástandi og svo koma menni svo nefndi koma þeir sem eru jarðbundnar og segja, heyrðu, við leysum þetta á annan hátt, þetta ekki svona, en við getum ekki náð upp í þetta háa stjórnmála plan sem þeir vilja vera á. En sjáðu hvað að gera því okkur. Við hér, ef ég má aðeins fara inn á heimavöll. Já, það nauðsynlegt. Og draga þessa mynd eða draga okkur inn í þessa mynd. Já, við erum orðið hluta þessum átökum verandi með skip hér inn í lögsögunni sem Jú, við erum að horfa undir á því og vafalaust ef að Bandaríkjamenn hefðu verið með varnarstöð hér eins og þeir voru með til 2006 þá hún vafalaust verið nýtt í þessu skyni en það kemur nú í ljós að okkar aðstaða skipta ekki í neinum sköpum í þessar aðgerð. En á sama tíma og við sjáum að líklega vantreystir Trump Evrópuþjóðunum í öryggismálum. Og við hefum allt undir varnarsamningi við Bandaríkin. Þá hefur allt í einu farið að tala það hér að við hefum að gera varnarsamning við Evrópusambandið. Það ekki hægt að gera varnarsamning við Evrópusambandið. Evrópusambandið gerur enga varnarsamninga. Evrópusambandið stendur á sameiginlegum yfirlýsingum á milli þjóða og samstarfsþjóða ykkur markmið í öryggismálum og friðarmálum en að gera varnarsamning við Evrópusambandið talum eitthvað sem ekki hægt að gera. Þeir geta ekki komið okkur til varnar. Þeir geta ekki komið okkur til varnar, það er enga herstjórn og ekki neitt sem getur komið okkur til varnar. Við erum að tala það. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. En ekki nóg með það.
Það verið að boða það að leggja fram tillögu á þinginu til þess að fara að undirbúa þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu. Og síðan í hinu orðinu sagt að við skulum fara öllu rólega, við skulum ekki gera neitt sem getur valdið vandræðum í samskiptum okkar og Bandaríkjanna og við skulum bara halda okkur til hlés, við styðjum Grænlendinga að sjálfsögðu, við viljum leggja okkur á mörkum í þágu Grænlendinga, en við skulum fyrst og fremst halda okkur í rólegum til þess að rugga ekki neinum bátum. En hvað meira núna betur til þess fallið að rugga bátnum heldur en að fara að sækjum aðild að Evrópusambandinu? Það leiðin til þess að skapa hér jafnvægi á Norður-Atlantshafi? Að Íslendingar allt í einu og íslenska ríkisstjórnin telji það höfuðmál í utanríkismálum að Ísland gangi inn í Evrópusambandið ef að það svo að Trump treystir ekki öryggismálum Grænlands af því að það eru Evrópuþjóðir sem ber ábyrgð á því. Af því að hann telur sig ekki að hafa nógu mikið það að segja, þó hann hafa allt það að segja sem hann vill. Að enga síður, þá tekur hann þessa Evrópuþjóð, Dani, gamla og góða vinaþjóð sem samdi við Bandaríkin á sínu tíma stöðurna á Grænlandi og segir, ég treysti ykkur ekki í öryggis- og varnarmálum. Hann hefur aðstöðu hér, en hvernig lítur hann á það og Bandaríkjamenn líta á það að við ætlum að fara að gera varnarsamning við Evrópusambandið sem getur ekki gert slíka samninga og síðan lýsum við í næsta dag yfir að við ætlum að fara að undirbúa aðild að Evrópusambandinu með þjóðaratkvæðagreiðslu. Myndi það draga... Finnst þér þetta skynsamlegt? Myndi það draga að þínum að úr helgun Bandaríkjanna gagnvart okkur og varnarsamning sem við höfum frá 51? Já, við erum að taka áhættu sem við vitum ekki í hverju felst og við erum með hér stefnu í öryggis- og varnarmálum til umræðu á Alþingi án þess að það sé minnst á það einasta orði og það sé markmið ríkisstjórnarinnar að koma Íslandi í Evrópusambandið. Og ef að þeir sem setjast niður fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og semjast líka skýrslu og síðan álygtun taka ekki þessa breytu inn í af því að utanríkisráðurinn hefur sagt að Evrópusambandið sé lykilbreytan í utanríkismálum Íslands og hún sé ekki tekin inn í þessa mynd og maður fjall ekki það hvað það þýðir að vera alltaf að tala þetta í ljósi þess hvernig Bandaríkjamenn og Trump og Bandaríkjastjórn vantreystir Evrópuþjóðunum í öryggismálum, þá held ég að menn svona lítið fram hjá veruleikanum og það sé hér líka ákveðin svona veruleika fyrring í yfirlýsingum stjórnmálamanna í staðin fyrir að líta á það sem að gerast í raun og veru. Þetta ábyrgðarleysi? Ég veit ekki hvaða orð á að nota það, ég nú ekki svo orð var að kalla þetta ábyrgðarleysi. Ég kalla þetta nú frekar svona skort á raunsæi að átta sig ekki á því að þú getur ekki einhvern veginn þjóna tveimur herrum í þessu. Þú verður að halda þig við höfum línu, við höfum NATO-aðildina og margir segja að NATO-aðildin sé í hættu af því að Bandaríkjamenn vantreysti Evrópubúunum. Við höfum varnarsamninginn og hann byggist á því að NATO sé fyrir hendi og við erum að velta því fyrir okkur hvort við hefum ekki bara að semja varnir við Evrópusambandið og gangi í það. En nú undirritaði utanríkisráðherrann fyrir síðasta ári yfirlýsingu eða samkomulag það að við myndum fella okkur að utanríkismálastefnu Evrópusambandsins. Það var gert án samráðs við þingið, einhvern veginn skjóli nætur. Jú, en þú veist að árum saman hefur Ísland svona sagt þegar eru tillögur á þingið Sameinuðu þjóðanna mál að tekið skal fram að Noregur og Ísland eru líka þessari skoðun og þannig að það nú ekkert nýtt í því sjálfu sér að við lýsum okkur samstiga Evrópuþjóðunum í afstöðu til svona almennra utanríkismála. En eitt að skuldbinda sig til þess að gera það að óathuguðu máli. Já, það náttúrulega ekki hægt að vera að skoða hvert mál fyrir sig. En nú þetta samkomulag komið. Það svo? Já, Þorgerður segir ekki en Evrópusambandið fullyrðir það. Já, en það ég veit ekki að Evrópusambandið fullyrðir líka við séum umsóknarríki og ég dreg það í efa en hún virðist vera samþykkt því þannig
Þetta eru svona mál sem er hægt að ræða og velta fyrir sér. Ég tel að ef hún hefur afsalað sér réttinum til þess að hafa sjálfstæða utanríkisstefnu að þessu leyti, að þá er það náttúrulega alveg stórundarlegt. Mér sýnist þú nú hafa í Ísraels málum og gagnvart Ísrael skipa sér frekar svona út á kantinn innan Evrópusambandsins í andstöðunni. Við erum með varnarsamning. Við tölum hann dálítið abstrakt yfirleitt vegna þess að við höfum ekki upplifað það svo að okkur steðji raunveruleg beinógn af einhverjum óvinum. Getur sú staða breyst í þeirri heimsmynd sem við horfum upp á þetta? Getur verið að við þurfum hreinlega að draga á þennan samning við einhverjar aðstæður? Við drögum náttúrulega á þennan samning alltaf, því að samningurinn í sjálfu sér hefur fælingagildi. Þannig að ef hann væri ekki, að þá varum við mjög illa sett. Að samningurinn sé og honum sé framfylgt af festu af hálfu Íslendinga og þeir sýni í verki að þeim er andum að halda honum í gildi og virkum. Það hefur gildi í sjálfu sér sem fælingamáttur. Ég efast eins og vera að Íslendingar geri þetta á nægilega markvissan hátt núna. Bretar og Normenn eru með NATO með sína heri og allt þetta. Samt gera þeir samning það að þeir þurfa að efla öryggi sitt með aukinni samvinnu. Þeir þurfa að kaupa 5, Normenn þurfa að kaupa 5 freigátur og það þurfa að fá fyrir kábáta og loftvarnabúnað og annað slíkt. Danir eru í NATO og hafa alla þessa samninga og Evrópusambandinu. Samt telja þeir að þurfi að kaupa flugvélar og þotur og dróna og gerfinetti, ég veit ekki hvað, til eftirlits. Við segjum við erum með fullt af samningum, en segjum við eitthvað hvað við ætlum að gera? Segjum við eitthvað að við ætlum að leggja þetta mörgum, við ætlum að reyna að tengja Bretum og Normannum og leggja eitthvað inn í púkið eða Dönum og varðandi Grænland. Við segjum, og utanríkisráðherrann segir, já, við erum nú sami við Þjóðverja og Finna, gott og vel. En það eru orð á blaði. Meðan varnarsamningurinn er trygging sem hefur fælingarmátt. Ég held að yfirlýsingar okkar með Evrópusambandinu hafi ekki neitt fælingarmátt. Það hefur fælingarmátt að við höfum þetta samband við Bandaríkin og stuðlar að því að hér ríki öryggi. Eitt atriði sem að mér langar til að spyrja þú út í vegna þess að maður er í hálfgerðri hafvillu með það allt saman. Það er umræðan alþjóðalög. Þegar þessir atburðir á sér staði í Venesúela þá stukkum með til og segja þetta er brot á alþjóðalögum og stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og annað í þeim dúr. Marco Rubio segir Evrópusambandið ákveður ekki hvaða alþjóðalög eru í gildi. Þeir krefast þess að við komum með Tomahawk-flaugar til þess að verja Úkraínu en svo megum við ekki verja okkur hér með viðunandi hætti gagnvart Venesúela. Hvað er satt og logið í þessu með alþjóðalögin? Hvar liggur rétturinn þar? Nú verður þú að spyrja dómara þetta því ég get ekki... Þú ert lögfræðingur og já, ég er lögfræðingur en ég er ekki þjóðréttarfræðingur og hef ekki lagt mig fram að túlka svona hluti frá lögfræðilegu sjónarhóli. En þeir segja líka, og takt eftir því það sem þeir segja, og Marco Rubio hefur nú verið þegar var í öllum umræðið þáttum í Washington á síðustu helgi. Og kjarnin í því sem hann sagði þegar hann var spurður þetta. Já, við höfum úrskurði dómara í Bandaríkjunum það að við eigum að framfylgja ákærum sem lagðar hafa verið fram af hálfu bandarískra yfirvalda það að þetta fólk hafi brotið lög. Og okkur er skylt sem framkvæmdavaldi í Bandaríkjunum að fara þessu fyrirmælum sem eru lögmætt að bandarískum lögum og framfylgja þeim. Krefjist að þess að við þurfum að sækja glæpamenn til annarra landa, þá gerum við það því við höfum afl til þess. Við höfum ekki einu svona afl til þess að reka fólk úr landi hérna. En þeir hafa aflið til þess að fara og gera þetta og þeir gera það. Og heimurinn getur hort á það og sagt þeir eru að brjóta alþjóðalög. En þeir koma á móti og segja við erum að framfylgja í lögum
og við höfum afl til að gera það í öðrum löndum ef okkur býður svo við að horfa. Það ekki hægt að bera þetta saman við innrásina í Úkraínu. Það náttúrulega... Það fráleitur samanburður. Já, það fráleitur samanburður. En menn hafa farið... En auðvitað hægt að rífast þetta. Já. Og það hægt að deila þetta. Og það hægt að... Og þá segja aðrir þegar þetta sagt, já, en þá ná eftir að koma í ljós hvort að dómstóll í Ameríku fellst á þessi rök, því að það verður náttúrulega helsta varnarástæða Maduros að hann hafi verið handtekinn á ólögmætan hátt og ef þú ert handtekinn á ólögmætan hátt þá er það sleppt. Og það var líka lögfræðingar sögðu það líka í gær þegar fréttirnar komu þetta skip sem við tölum í upphafi. Já, það á eftir að koma í ljós hvort að þetta stenst fyrir bandarískum rétti. Því að þeir þurfa að fara, strandgæslan, og þeir þurfa að fara með þetta fyrir dómstóla í Bandaríkjunum sem þurfa að komast að niðurstöðum það hvort þetta sé löglegt. Þannig að Bandaríkin eru réttaríki og þau eru að vísa ekki hluta hafréttasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ekki alþjóða sakamála dómstólum og hvað eina þau standa utan við þetta en heima fyrir eru þau réttaríki og það er hægt að bera upp svona málsástæður og verður að rökstyðja þær. Þannig að ég bara býð og sé eins og þú hvernig þetta fer fyrir dómstólum. En við horfum aðeins yfir sviðið rétt í lokin. Íran virðist vera á barmi borgarastyrjaldar eða falls eða klerkastjórnin. Það er búið að lama Hútana á stórum hluta. Hamas-samtökin eru rústir einar á Gazasvæðinu. Hezbollah-samtökin hafa verið stöðuð. Sýrlandsstjórnin fallin. Rússarnir virðast verið í veikri stöðu. Nú síðast Venezuela þar sem að búið að ná stjórn á olíunni. Er heimurinn að verða öruggari með þessum aðgerðum Ísraela og Bandaríkjamanna eða er óvissan þessi mikla ógn sem að við viljum forðast? Ég veit ekki hvað á að segja um þetta því að ég held allavega að valdbeitingarnar sem við höfum verið að tala um hérna eru til þess fallnar að draga skýrari línur og þeir sem sætta sig ekki við þær að hafa þeir afl til þess að brjóta þær á bakaftur. Er þetta valdbeitingar sem eru þess eðlis að það sé að jafna þeim við eitthvað viðvarandi stríð. Þú sér að stríði í Úkraínu við 4 ár og við veitum ekkert hvort það líkur eða ekki. Það er bara á einhverju öðru róli sem við höfum alls ekki að sætta okkur við. Þetta eru aðgerðir, sjálfsvörn í Ísrael, sjálfsvörn líka að mati Bandaríkjamanna í gagnvart Venezuela og hvað sem gerist svo með Kólumbíu og allt þetta, en gagnvart Venezuela. Og varðandi Grænland er það pólitískt mál sem hægt að sjá, ég held að verði ekki hernaðarleg íhlutun þar, pólitísk deila sem þarf að leysa. Í Úkraínu er hins vegar yfirlýst markmið þess sem réðist inn í Úkraínu og þurrka hann út, að afmá hann á kortinu, að ef hann hefði haft vald, að þá hefði hann vantilega geta hagað sér eins og Bandaríki gerðu og farið bara inn í Kív og tekið stjórnina þar og einnig nóttu. Reyndi það? Hann gat það ekki. Og þá lýsir hann því yfir að hann ætlaði að leggja allt landið, eyða því og hann stundar terrorista stríð gagnvart borgurum landsins alveg dag og nótt orðið. Sendið dróna á íbúðabyggingar og annað þeim túr. Þannig að við verðum að passa okkur aðeins á því að leggja ekki allt á jöfnu. Við verðum að hafa þrek til þess að greina á milli, þótt að þetta sé allt óhugnanlegt í eðli sínu, að þá er þarna einhver munur sem við verðum að geta dregið. Og ég held að meðan stríðið varir í Úkraínu, að þá er heimurinn ekki á réttri braut. Heldur að Trump hafi aflsmunni þegar á reynir til þess að stöða þetta? Ég veit ekki. Ég finnst hann slá úr og í því, en það er náttúrulega, sumir segja, meiri segja að því við vorum að tala um þetta svona, sumir segja líka, látið mig fá það sem ég vil í Grænlandi og ég skal hjálpa ykkur í Úkraínu. Er þetta þannig? Erum við í þeirri stöðu? Látið mig... Skipta herfangi bara? Já,
til þess að ég stilli mér upp sem hafi þá stöðu til þess að hjálpa ykkur í Úkraínu, þá þarf ég að fá eitthvað í Grænlandi. Og ógnarafl Bandaríkjahers að þeim toga, þeir gætu þetta gert gríðarlega mikla skrávefu gagnvart Rússum ef þeir myndu beita sér inn í Úkraínu með vopnasendingum. Ótrúlega, myndu ekki bara Rússa leggja niður vopn eða kæmu. Bandaríkjamenn. Eða setja þetta á annað stig, maður veit ekki. En þú sér hvað Bretar og Frakkar hafa núna ákveðið. Þeir hafa ákveðið að búa til bækistöðvar í Úkraínu fyrir heri sína sem þeir geti farið í með örskömmum fyrirvara ef það yrði friðarsamkomulag og komið inn og tryggt öryggi Úkraínu. Búið til fælingamátt. Já, og Merz, kanslari Þýskalands, hefur sagt ég tilbúin að hafa öflugt herlið við landamæri Úkraínu. Og Evrópa er alltaf að hækka þröskuldin hjá sér en slagkrafturinn sem Bandaríkjamenn hafa, það ekkert ríki. Man veit ekki Kínverjana, það hefur náttúrulega ekki séðst til þeirra en æfingarnar í kringum Tævan eru náttúrulega ókveikjandi í sjálfu sér. Já, það efni annað þátt að ræða málefni í Kína, stórt og mikið. Já. En Björn, þakka kærlega fyrir komuna. Alltaf ánægilegt að fara yfir þessi alvarlegu og kannski ekki ánægilegu máli sjálfu sér með þér. Takk fyrir. Takk. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Við verðum hér að sjálfsögðu að viku liðinni og þið getið fylgst með okkur á mbl.is og í Morgunblaðinu. Laugardagurinn, hann auðvitað geymir 2 blöð og í sunnudagsmókanum erum við með yfirferð úr þessum ágæta þætti sem þið getið rennt yfir.